Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og til mín í kvöld í sjávarútvegs spjall er kominn Ólafur Ragnar Sigurðsson úr Grindavík og það er náttúrulega, þarf kannski ekki að kynna hann fyrir Suðurnesjamönnum en fyrir öðrum landsmönnum að þá er þetta einn af hetjum hafsins til margra ára. Og ég ætla bara að byrja og spyrja þig, Ólafur, hvenær byrjaður til sjós? Hvenær fórstu fyrst til sjós? Ég byrja á 36 tonna bátnum sem ég Trapp Sveinbjarnarson og þá var ég 13 ára gamall og vorum á regnindum. Já. Á sumri eða hausti? Nei, þetta var svona hausti til. Á hausti til. Já. Og það er þín fyrsta 13 ára gamall? Já. Og það var hvað, 1950? Ég er 84 ára í dag, þannig að þetta eru rúm 70 ár síðan. Já, það er ekkert annað. En eins og margir strákar úr sjávarplássi að þá ferðu svo, heldur áfram til sjós og ferðu svo í stýrimannaskóla og gengur þennan hefðbundna veg. Sko, ég er fæddur í Torfbæ, vestur í Tálknafirði. Já. 14. annan 1941 og pabbi minn kemur þannig úr Tálknafirði frá þessum bæ. Hann kynnist mömmu sem vertíðamaður í Grindavík. Hvað hét bærin? Hvað hét bærin sem þið fæddist í? Innsti tunga. Innsta tunga? Já. Og hann var einn af 18 börnum afa minns og ömmu. Já. Og áttu þau 18 börn? Þau áttu 18 börn, það komast náttúrulega einhver dóu í fæðingu eða á fyrsta ári og ég held að það verið 14 sem náðu yfir fermingu. Já. En það verið einhver tíma verið þröngt á þingi þar. En pappi fer á vertíð til Grindavíkur og kynnist mömmu þar, heimasættu á Þorkottustöðum í Grindavík. Já. Og þau ílengjast þar. Já. En þín sjómennska byrjar þarna 13 ára? Já, ég að vísu fór í framhaldsskóla á Núpi í Dýrafirði. Já. Þannig svolítið segja frá því þegar ég fer á Núp að fermingarárum mitt þegar ég kem einu sinni heim í kaffi þá situr skólastjórinn þar og er að drekka kaffi með skólastjórinn í Grindavík. Já. Hann situr þar og er að drekka kaffi með foreldrum mínum og erindi sem hann átti við þau var það að hann var að segja þeim að sonur þeirra hann myndi aldrei fara í gegnum sjómannaskólan ef hann lærði ekki eitthvað meira. Ég nefnilega skildi oft bara skólatöskun eftir í ganginum þegar ég kom úr skólanum og fór niður á bryggju og ég var að beita og alltaf gera eitthvað fjandan í sambandi við sjóinn og sem sagt hugurinn var strax þar. Hann var strax þar. En skólastjórinn hann bauðst til þess að sækja fyrir mig hjá Eiríki og Eiríksinni skólastjórinn Núpi í Dýrafirði og fekk mig til að samþykkja það að ég myndi fara þarna.
Já, já. Og ég veit ekkert hvað stóð í bréfinu sem að sendi sér Eiríki, nema það að þegar ég kem á Núp, Já, að þá ég gerður yfir umsjónumann yfir skólan. já, það var ekkert annað. Og þá var einhver bátar eða neitt þarna til þess að trufla. Þannig að það þýtti ekkert annað en bara snúa sér á bókunum og læra. Og það kom fljótlega í ljós að ég gat lært. Já, já. En ég var ákaflega illa stattur þegar ég sem sagt lauk barnaskóla. Prófi. Já. Já, já. En ég tók ágætis gagnfræðapróf þarna frá Núpi í Dýrafirði og það eiginlega breytti mínu lífi svona upp á framtíðina. Þetta var allt annað fyrir mig að fara í gegnum sjómannaskólann með gagnfræðaprófið. Já, já. En ég fór strax á sjó. Ég var 2 ár þarna á Núpi og sömarið þarna á milli skólaárana. Já. Þá fór ég norður á Síld. Já, já. Kallinn af föður minn, hann var skipstjóri á Hrafnunum, Hrafni Sveinbjarnarsyni, og var einn af stofnendum Þorbjarnar HF í Grindavík sem er náttúrulega stórt útgerðarfyrirtæki í dag. Já, já. En svo fórstu í framhaldi af því í stýrimannaskóla. Svo náttúrulega þegar ég hafði siglingatíma og aldur, þá tók ég fyrst 120 tonnin. Já. Og svo liðu þarna 2 ár á milli og ég kláraði síðan fiskimönnin. Já, já. En ég var strax sko, því ég var 18 ára gamall og kom mér réttindi, að þá var ég stýrimaður. Já, á hvaða bát var það? Það var Hrafn Sveinbjarnarson öðrum. Hjá pappa þínum? Já. Já. Og svo þegar ég var 21 árs gamall, þá var ég með trúa fyrir bát. Já, já. Og þá var ég beðinn að taka Sigurbjörgina SU-88. Já, já. Sem var 70 tonna stálbátur. Og ég sem sagt tók hann að hausti til og þá var ég var 21 árs gamall. Já. Og síðan var ég með hann vertíðina, en svo sumarið eftir að þá tek ég 56 tonna Hrafn Sveinbjarnarson. Já, já. Á Síld þá? Á Síld. Já, já. Og síðan fórum við, eftir Síldina fórum við á línu. Já. Og svo bara hérna hefðbundu neti á vertíð og annað. Þannig að þú hefur kynst þessu öllu Síld, línu og netum. Já, já. Og kannski regnetum eitthvað líka. Já, já. Fyrstu árin þegar áður nótin kom til, að þá fengum við Síldina, sko. Já. Þá voru upp í 100 bátar sem lönduðu í Grindavík þá. Á regnitum? Já. Já, já, já. 54, 5. Já, já. Eitthvað svo leið, sko. Já, já. Þannig að það hefur oft verið fjör í Grindavík. Já, já, já. Það voru nú ekki mikla Londonarbryggjurnar þá. Á þeim árum. Já, já, það eru myndir af þessu þegar hérna höfnu var alveg fulla bátum. Já, já, já. Þetta var ævintýri, sko. En þegar ég fer fyrst á Síld, og þá var þetta hafnót,
Já, og við dróum hann inn á höndum. Við vorum með nótabát já, já, já. Já, já, já. og ég held ég að farið inn 3 sumur, sko, síðan fórum við á Hrafnin þannig 56 tonna. Við fórum líka með nótabát á honum. En það hefur náttúrulega sko á þessum árum hefur þú verið þáttakandi í því þessum tækni breytingum úr hampi í nælon og eins í netum og öðru þess áttar. Þetta breytist allt á þessum árum, Já, já. gríðarlega mikið og veiðarfæri urðu betri og sterkari og allt það. Já, já. En hvað það þegar þessa vertíð sem ég var með Sigurbjörgina, að þá gekk þetta alveg ljómandi vel, sko. Ég fekk hérna 5 færinga með mér Já, sem voru vanir sjómenn já, og ég myndi segja það að færingarnir hafa raunverulega bjargað sko mínum skipstjóra ferli þegar það voru ekki allir sem höfðu trú á stráklingarna sem skipstjóra. nei. Við þurftum að náttúrulega fara þarna út og inn í Grindavík í öllum veðrum og öðru slíku. Við alls konar aðstæður. Já. Þannig að þar braut ég bara ísinn Já, og ég hef verið skipstjóri síðan já, og ég hætti þegar ég var 73 ára gamall. já. En þannig að þú hefur nú tekið þátt í gríðarlegri þróun frá því þú byrjaðir og þangað til þú hættir. Jú, það til dæmis sko með þegar við hættum með grjótið Já, og netónum. þannig að vorum blítennuna Já, og eins flottennuna já, já. að Þetta voru gríðarlegar við vorum framfarir. við flottennuna við vorum fyrstir að skila árangri með flottennum, með netin sem með flottennum. Já, Og vertíðin eftir að þá vorum við sko, þetta var 82 og þá vorum við næsthæsta skipið við landið. já, 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 já. Manstu hvað þú haflinn var? Ég man það vel, við fengum 1180 tonn við vertíðina. Já, já. Það hefur verið góður afli. Þá. Já. Og þá þetta kom inn í viðmiðunar árin Já, og svo þegar kótinn var settur á, þá fengum við á hann hrygnir næst mesta útluta kóta af vertíðabátunum yfir allt landið. já. Já. Þannig að það hefur verið, já, hvað ég var að segja, góð kótastaða á skipinu eftir þína skipstjórn. Já, ég myndi segja það. Já, Gerðist ekkert betri. nei. En þetta nú svona. Það margt sem fer í gegnum hugamann sem að svona fer tilbaka. Já, En það var eitt sem langar að minnast á að haustin að þá fórum við oft á net. Ég man eftir því að við vorum fyrst í báturinn að leggja net að hausti til já. og við vorum á sumarið, þá var ég með Skagarastinn og Keflavík Já, og
75 tonna trébát. Já, Já. og við vorum á Færum yfir sumarið. Já. Svo þegar við vorum út á Hrygg sem við köllum út á Grindavík sem 12, 14, 18 mílur. Hryggur sem liggur hana. Já, vestast á bankanum. Já. Er það ekki? Ekki að tala þann Hrygg. Og við fengum hellingsufsa á Færin og lóðaði alveg helling. Já. Og ég sá það á svona lóðningum yfir vertíðina þá myndi þær gefa góðan afla í netin. Já. Svo ég segi Margeir Jónsson sem átti Skagarástina að ég vil fá net. Og þá sagði Margeir við mig, ertu vitlausdrengur? Ég stóð alveg fast á því og strákarnir sem voru með mér á skakinu, þeim leist nú heldur ekkert á þetta. Og ég man alltaf eftir því þegar ég kem með vörubílum fullan af netum í endaðan ágúst til Grindavíkur og höfum að steina niður. Að þá hlógu kallarnir að mér. Já. En hvað ég var samfærður það að þessar lóningar myndi gefa mér afla í netin. Við steinuðum niður 3 trósur og svona, þannig að ég kom nú aðeins á mótiðum, þannig að það verið fljótlegt að taka deilandi ef við fengi ekkert í netin. En við fengum bara 30 tonn í þessar 3 trósur daginn eftir. Já. Og við fengum, þá var ufsinn flakaður og notaði í sjólags, sjólags svona brauð. Og við fengum þarna yfir haustið yfir 200 tonn. Og ég man alltaf eftir því þegar við vorum nálgast jólin og Margeir þá var hann að losa sig við, seldi flökin til Þýskalands. Og það sagði hann, Óli minn, þú bjargar jólunum. Og eftir það þá fór hann aldrei að efast að ég Þegar þú varst að leggja eitthvað til. Já. Nei. En það var nú reyndar svo eftir þetta var mikið af Grindvíkingur sem gerði út á net á haustin líka. Já, sérstaklega og í ufsa. Þeir byrjuðu strax í kjölfarið. Þegar við lögðum sér net þá hafði hann á Kristbjörgin í Vestmannaeyjum. Hann var á sama tíma að prófa net. Og þá fóru strákarnir eða þeir hjá Gletting í Þorlákshöfn sem Björgur Jónsson gerði út að þeir fóru allir á net á haustin. Og þetta var þannig í nokkuð mörg ár. Alveg hellingur af bátum á netum á haustin. Þetta var í 10-20 ár eða lengur og náttúrulega leifar af þessu ennþá að menn að gera út á net á haustin líka. Já. Alveg fram á. En þeir lógu bara mér í Grindavík og gera maðurinn að Margeir, hann hélt ég að vera vitlaus þegar ég baði netin. En hann hefur haft trú á þér og látið þér hafa. Ég sagði hann þú lætum við að 3 trósur við bara tökum það bara í landið, það kemur ekkert í þar. Og það var nú heldur betur á honum þegar hann sá báturinn kom drekklaðinn. En svo varstu á síld á haustin á nót. Já. Við vorum alltaf á nót á haustin,
Það var sko eftir að á var Hrugni. síldarbannið Já, og það var gefin út svona kóti já, og síldin var þá aðalega sko fyrir austan Ingólfsson já, já, þarna inn í bugtinni já, já, og ég man að við vorum fljótur með kótan sko á Hrugnir já, já, og þegar við vorum búin með kótan og þá komu þeir strákarnir sem átti Ásborgina, gamla Helga Guðmundsdóttir já, og báðum mig að taka hana fyrir sig já, og ég fór og kláraði hann á viku já, og svo komu þeir í sjöstjörninni þegar ég var að landa á Ásborginni. já, Þá komu þeir og báðu mig að taka Dana Pétur sem var 250 tonna já, sem var að útbúa og það var bara rúm vika eftir þannig þegar það var stoppað síldiðin já, já, og ég sagði, "Ertu vitlaus maður? Það er ekki að gefa okkur brælu og hérna, þeir vildi endilega prófa þetta og ég fór með Dana Péturs og við tókum 2 túra og náðu kókan. það var lokað sko klukkan 10 kvöld, þá áttum við eftir að fá tæp 100 tonn og allur flótinn var að leita þarna fyrir austan Ingólfssoða og þá var ekkert að finna þá. Svo ég rúllaði þarna vestu fyrir höfðan og inn í bugt með landinu og þar rekst ég á torfu og kastaði hana og fylli bátinn Já, já, já. og þannig að ég náði kótunum. Þannig að það hefur verið stuð á þér þetta haustið á síld. Já, tók hérna 3 kóta. Á 3 bátum. Já, já. En þú hefur nú stundum séð það svart þarna á leiðinni frá Ingólfshöfða og vesturettir. Við vorum á Hrugnir á Lóðnu. Já. Fyrst eftir við keyptum hann og við vorum búin að fylla hann hérna við Rolluseyjarnar eða Tískerinn og þá var bara laust í Vestmannaeyjum og við lögðum á stað til Vestmannaeyja. Það spáði nú svona allt í lagi sko. En fljótlega þegar við komum í Meðallandsbygdina og þá versnaði veðrið og var maður meira suðvestan Raglandi heldur en að spáði sko. Já, ég var í þessu veðri líka á svipuðum slóðum. Hörðu, en þetta var með Hrugni, voru 2 lestar í honum. Já. Og þú vissir hvernig dælurna voru þessar barkadælur. Já. Það kom svo mikið sjór með þeim þegar vorum að dæla loðnunni yfir í bátinn. Já. Að það fylltist aldrei sko, það var alltaf sjór með, ég náði aldrei að lensa almennilega framleystina. Já, já. Og þá rann sjórinn til í lestinni. Já. Og við það hallaði báturinn, sko. Þetta, og fá á sig, svo versnaði veðrið og þetta var bara ef maður horfið tilbaka, sko, þá var þetta eiginlega bara alveg spurningum lífið að dauða. Já. Og fljótlega þá ákveði það að taka mannskapin upp í brú. Við vorum þá búin að hreinsa allt að dekkinu og koma uppstillningun á dekkinu inn í gang. Já. Og hérna svo bara versnaði á veðrið og gerði alveg snarvillist veður á okkur með bátinn yfir hlaðinn
og hérna og ég ákvað bara það að hérna mannskapurinn skildi allur koma upp í brú. Já, Vélstjórinn fekk að fara öðru hvoru niður og dæla á hæðabaksið já, og hérna og þeir voru þarna alla nóttina í björgunarbeltum upp í brú já, já, og ég vissi aldrei hvort, ég sá stundum ekki Kolbækin já, já, og ég kallaði út sko hvað skip var þarna nálægt mér og Addi á Hákoni, já, hann var á útleið og ég sá hann hvernig hann væri ástætt hjá mér, þetta geti alveg brugðið til begja hana já, og ég fekk hann til þess að fylgja okkur sem hann gerði og hérna var alla nóttina með okkur alveg tilbúin að reyna að ná mannskapnum. já, já, En við náðum heilir til Vestmannaeyja. já, já. En þetta var mikið sull á þessu, þarna þessa nótt. Já, Ég var stýrimaður á dagfaranum þegar þetta var og það sprakk upp hjá okkur bóksalok og ýmislegt sem kom upp á. En þetta bjargaðist nú allt saman. ég er alveg klár á því að halda sko mannskapnum rólegum Já, þessa nótt og vera sjálfur sko í jafnvægi og annað. Það náttúrulega, það var einhver yfirnáttúrlegu kraftur sem já, maður var ekki einn nei, og ég hef alltaf tengt þetta bara við skaparann. já. Hann hefði staðið með okkur. Staðið með ykkur eða þér. Já, Já, og ég hef fundið það seinna sko og líka áður já, já, og ég svona viku eftir að þetta skeiði þá fór ég svona þegar það voru alltaf vaktir hjá hásetunum upp í brú já, já, og ég var að svona spyrja strákana einslega hvað þeir hefðu verið að hugsa já. meðan á þessu stóð. Á meðan á óskubónu stóð. Veistu, það voru allir í trúnaði, það voru allir sem báðu til Guðs. Já, Allir sem, og þetta sko einhvern veginn í mannsálinni, þegar öll von úti, þá biðja menn til Guðs. já. Það kannski það eina sem hægt að gera. Þegar að horfir illa Já. hlutina og lítið hægt að gera. En við komumst klekklaust til Vestmannaeyja og þannig kláruðum að daga okkur og svo tókum einn túr í viðbót á Lónni og síðan fórum við bara á net Já, já, og komustum í fisk alveg upp í harða grjóti fyrir utan Stakkseyri já, já, og þar gekk hérna fiskur og grund. þannig að við rótfiskuðum hana eftir að við byrjum á netin sko. Já, já. En þú náttúrulega varst eitthvað á Humar líka. Við vorum að Gvendi Þórðar og Humri Já, og hann var stór og mikið, hann mátti sko vélastarðin já, á Humrinum. já, það var Og hún miðað var- við það, hana, vélastarðina. Þannig við vorum mörg sömur á Humri sko Já, já, og rótfiskuðum og síðan var ég líka á Svalbörginni
þarna austur í Meðlandsbyggð á Humri. á Humri og landaði á Höfn. Já, já. Já, það hefur verið í restina. Já, það var já. Það er bara 90 og eitthvað. 93, 4. En svo langar mér að minnast á að á haustin sko vorum við stundum á útilegu á línu, handbeittum borð Já, já. Bara með bala. með bala Já, og ég strákarnir voru alveg gráðugir í að vera með mér í þessu. Ég tala nú ekki að komast í bjórinn og þá var náttúrulega bjórbann. voru þið að sigla þá? Og þá síldum við. Já, já. Fórum alltaf 1-2 túr á haustin. Já, já. Við gerum það líka á netunum með öfsan. Já, og silduðu þá á Þýskaland? Já. Já, já. Men við fórum sko með línufiskin á England. Já, 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 já. Þannig að ég gegnum tíðina þá síldi ég bæði á Þýskaland og England alveg já. marga túra sko. Já, já. Það lífgaði upp á tilveruna svona, komast í siglingar annars lagið. Já, þetta var, ég maður það, kona lét mig hafa svona amerískan príslista Já, og hún krossaði við þau föt sem ég átti að fá og skrifaði starðina já, á príslistana já, og svo þegar sko þegar vinkonurinn sáu það að ég kom með flott föt og annað heim, þá fóru þær að spyrja hvort ég geti keypt fyrir þær og þetta endaði með því að ég var kannski að kaupa föt handa fullt að liði. 10 konum. Ég man alltaf eftir því einu sinni sko, þá setti ég bara borð í magasínu hann úti og það var henni 2 eða 3 afgreiðslukonur sem voru að tína saman fötin sem ég kom með þau og sína mér og svo var ein svipuð og kona mín svo ég let hana máta. Ég man alltaf þetta sko að því ég var að kaupa fyrir sko hinn og þessa líka. Og þá gjallir upp úr einni afgreiðslukonu, hvaða maður mörg börn? Já. Og marga konur. Já, hvað marga konur. Já, já. En þetta var ágæti skipulag á þessu sko og þannig að hún skrifaði starðina og annað sem var í príslutunum. Og svo fekk hún svona sýnishorna að fötunum sem voru og þessi magasín úti eru náttúrulega svakalega búðir sko. Já. Og ég högg mann frá umboðsmanninum með mér til að fara í þetta. Já. Þetta hefur verið heljar innkaupa leiðangur. Þetta hefur verið mikill innkaupa leiðangur hjá þér. Já, það mátti ekki missa af siglingunni. Nei. En væntanlega hefur þú náttúrulega tekið þátt í þessu kvótakerfi og því öllu og vilt eitthvað tjá þig það eða segja kvótakerfið og þróunina og Hafrannsóknastofnun? Sko þetta náttúrulega mjög umdeilt. Þú ferð inn á
sko ég var búin að lofa þér því að segja ekki frá neinu kvótasvindli eða öðru slíku. Nei, þú ert ekkert að gera það, frekar en þú vilt. En sjómenn eru náttúrulega almennt ekki sáttir við afrek Hafrannsóknastofnunar síðustu 40 árin. Sko, það sem mér finnst ef ég lítið tilbaka, þá voru þetta ákveðni blettir sem fiskurinn þjappaði sér saman í hrygningu á hverju vori þegar hann var að hrygna. Já. Og ég lærði að vita hvaða blettir þetta voru. Já, það gáði alltaf einhverju blettir betur en aðrir. Já, bara það var bunkað. Já. Bunkað það sem var yfir blettunum. Þeir voru misjaflega stórir. Stundum voru bara nokkuð net sem var aflinni og annað. 2-3 net oft bara litlir hólar. En svona þegar ég lítið við veginn þá fóru trollararnir að stundum að reyna að komast í þessa bletti og með bobbíkana og annað og það var svona örugglega helmingurinn af þeim sem var búið slétt út. Já, eyðileggja. Og svona er þetta líka út á fjöllum. Við vorum tölvöld mikið út á fjöllum. Já. Og þarna þetta var kórallinn, hann var hakkaður niður alveg sko miskunnarlaust. Já. En sambandi við sko fiskveiðistjórnun og annað sko fiskurinn lærði það er líka þetta fiskurinn er margir stofnar. Já. Og Hafró, hún gefur út kvóta eins og þetta sé 1 stofn. Já. Og það er til dæmis þessi. Þá er þetta að tala um að þorskurinn eins og stundum hefur verið sagt og sumir hafa haldið fram að þetta séu 15-16 DNA rannsóknir sem staðfesta það séu tegundir eða undir tegundir af með DNA rannsóknum. Ég setti mig í sambandi við eitt prófessor í háskólanum sem stúderaði fiskifræðinni. Já. Og saman við vorum alveg sammála við vorum eiginlega hans lærdómur og mín reynsla á hafinu. Þetta passa alveg saman. Og okkur kom saman það að kantfiskurinn við það að kvótinn var settur á, þá hentaði hann kannski ekki alveg í vinnsluna eins og vera ber. Þannig að menn sóttu í stærsta fiskinn og verðmætasta fiskinn, sem var náttúrulega stærsti stofni, þar að segja fiskurinn sem var á Lofsstaðarhrauninu og Selvogsbankanum og með landinu. Og sem sagt en aftur kantfiskurinn, hann var allt öðruvísi. Já. Þú þekkir nú það? Já, bæði smarri og hausinn var öðruvísi á hann. Allt öðruvísi í laginu. Þetta var sitt hvor tegundin af fisk. En það sko hentaði ekki að ná í þennan fisk af því að hinn var verðmætari. Menn reyndu náttúrulega að nýta kvótan og fá sem mesta verðmæti út úr kvótanum. Og það er ennþá dag í dag erum við að vannýta eitthvað af þessum stofnum. Það er við sóttum
í sameiningu, þessi prófessor í háskólanum og ég, við sóttum kvóta til þess að veiða kantfisk. Já, Við fórum til ráðherrans og vorum með greinagerð og annað sem rökstýrði okkar málstað, en við fengum neitun. já. Menn afgreitu þetta sem í rauninni eitt stofn. Já, og það er ennþá í dag. Já, það er ennþá. Þannig að Hafró, sko, að mínum mati eru þeir á miklu milligötum. Já, manni sýnist það á margan hátt og náttúrulega get ég ekki skilið það og stönglast nú á því þátt eftir þátt að það er skrítið að Hafrannsóknastofnun taki ekki afstöðu til veiðarfæra. Hvernig veiðarfæri þú veiðir fiskin á? Hvort þú ert að veiða troll, krók, flótroll eða hvernig þú veiðir fiskin. Það er dálítið skrítið. Já. Það bara gengur ekki upp. Þegar við vorum á línu með beitningavél, Já, að þegar ég var, þá var svona viðminnun að draga svona 32 krók á mínútu. já, En svo 2 árum seinna, þá voru þeir búin að auka við línuna já, sem þeir voru með og voru konum upp í 50 krók á mínútu. já, Og það þarf engi maður að segja mér það að maðurinn á góknum, hann gefur alveg auga leið að Ég heyrði nú þetta er eftir einum svona línu skipstjóra sem sagði það og fullyrti að þetta væri töluvert mikið brottkast á þessum skipum, þessum stóru línubátum. Já, það sem rakast á línunni. Já. Og ekki nú með það heldur þurfti rúlumarinn að blóðka líka. Þú getur ímyndað hvort hann gat sýnt rúlunni eins og vera að bera. Það er náttúrulega passar ekkit. Það er ekki hægt. Nei, Ekki ef það er eitthvað fiskir í. nei. Það er alveg af og frá. En þeir segja núna að eins og línubátnir að það hefur aldrei verið meiri afli á línuna heldur en núna. Nei, það er með ólíkindum fiskiríð bæði á Suðurnesjum fyrir vestan og austan og bara hringin í kringu landið. Það er allstaðar mókafli á línu. Já, En það er náttúrulega kannski að stórum hluta út af því að það er lítið æti, það er lítið loðna eða með minnsta móti kannski loðnan. En það er búið að vera ævintýrlegt fiskir í litlir bátar. þeir finna enga loðnu. Nei, En segðu mér, hvernig stendur á því að það eru, ég fór niður í fjöru og það var fullir pollar á loðnu og já, það var oft á tíðu þegar loðnan kom og sílisfiskiði var, þá var hún öll fyrir ofan 20 fama. já, það er misjamt eftir á milli ára hvað hún gengur grunnt og hvernig hún haga sér. Já. Það er alveg. Sílisfiskirið í netin Já, þegar það var að hér, þá var allt fyrir ofan 20 fama. já, það var oft svoleiðis. Og bara eins grunnt eins og þú þorðir. Já, Það var oft maður gæti svoleiðis. ekki snúi við bátnun, sko. Með góðu móti. Nei. Nei. En það er náttúrulega ýmislegt sem að er athugavert við þetta og og gengur ekki upp í manns huga varðandi Hafrannsóknastofnun og sérstaklega þetta að þeir skuli ekki gera upp á milli veiðarfæra og vera sjálfur búnir að taka þátt í að gera rannsóknir á
hvað mikið af fiski fer undir fiskilínuna á fiskitrollinu. Það undir bobbingalengjurnar og rockhopperina og taka ekkert nótis af því og leggja ekki til að það séu stundar veiðar með öðrum hætti heldur við erum að gera í dag. Við erum alltaf að auka hlutfallið í togveiðafæri sem kannski stóri skaðinn og þýðir það að við erum ekki að ná að byggja upp fiskistofnana sem skildi eða ná að veiða meira úr fiskistofnunum af því að við notum ekki línu og net í meira mæli. Það eru bara núna eftir 5 stórir línubátar sem að veiða. Það búið að fækka stóru línubátunum og taka þetta með trolli, þennan fisk. Þannig að breytingin og allir stóru netabátarnir nánast, ég held að sé 1 eða 2 á Suðurnesjum ennþá á netum, á öllum Suðurnesjum. Og þetta ekkert orðið eftir af netabátum eins og þetta var hér bara í 1980 þá var hægt nánast að hlaupa á baujum frá Hornafirði vestur á Látrabjarg. Já. En þetta eru rosalega breytingar sem hafa orðið á sókninni í fiskin. Við sækjum þetta ekki lengur með kyrrstæðum veiðarfærum, línu og netum, heldur með trolli. Og það hlutur sem að maður hefði haldið að Hafrannsóknastofnun ætti í alvörun að skoða betur heldur en þeir hafa verið að gera. Ég myndi segja það alla togveiðarnar út fyrir 12 mílur. Já, það eru margir inn á því að það sé bara nauðsynlegt hringinn í kringum landið. Og eins það að línulengd hámarslínulengd eru takmarka hámarslínulengd. Já, það kemur alveg til greina líka. En þá væri náttúrulega hægt að vera með þetta jafnvel eitthvað meira frelsi í þessu og sókna marka á þessu. Takmarka sóknina við línulengd, það var hugsanlegt. Já. Það svo margt hægt að gera. Ég hef stundum velti fyrir mér jafnræðisreglu stjórnarskrána þegar ungbarn eða þegar maður fæðist. Já. Þá eigum við náttúrulega að vera jafnir allir, eiga jafnar rétt. Við eigum ekki að erfa eitthvað að auðlindu þjóðarinnar. Ekki súrefnið og vatnið og sameiginlegar auðlindir. En það nú gert við sjávarfangið. Já. Þar erfist það og auðvitað þarf að breyta því þannig að þetta verði ekki með þessum hætti að einhverjir krakkar erfi svo og svo mörg þorskígildis tonn. Við erum ekki að tala neina smáura í dag. 1 tonn af þorski gengur kaupum og sölum á 7,5 milljón. Og svo segja menn að það sé ekki ríkistyrktur íslenskur sjávarútvegur þegar að verðmætin fyrir 1 tonn af þorski eru 7,5 milljón. Ef þú leigir svo útlutaða veiðheimildir sem þú farði á árinu, þá leigir það fyrir 500 krónur kílóið innan ársins. En Grétar, það nú ekki allt neikvætt við kvótakerfið. Til dæmis núna meðferðin á aflanum og raunverulega hvernig við erum að koma með mikið betra hráefni að landi heldur en var. Og til dæmis erum við að selja, við fáum nærri helmingi meira
fyrir hver kíló sem við veiðum heldur en Norðmenn. Það er ekki rétt hjá þér. Ég er með tölur frá samanburði á íslenskum fiski, bæði á Spáni og eins í Bretlandi, íslenskum fiski og norskum fiski, og norski fiskurinn er á hærra verðum heldur en íslenski fiskurinn. Þetta eru bara tölulega staðreyndir sem ég fer eftir strákur sem hafa verið að veiða út í Noregi. Já, en ég bara veit þetta bara í búð í Bretlandi, að norski fiskurinn er á hærra verði heldur en íslenski fiskurinn. Það er nú bara dálítið merkileg staðreynd, og við erum aftar á merinni í rauninni, og sérstaklega af því að Norðmenn taka 5% af öllu verðmæti af sjávarfangi og eru að setja það í markaðssetningu á sínum fiski, sínu sjávarfangi. Og þeir hafa náð gríðarlegum árangri og raunverulega stungið okkur af. Enda erum við ekki að selja undir Icelandair nafninu sem við áttum og seldum okkar fiskafurðir til margra ára. Við erum hættir því. En þetta er í dag, þegar maður heyrir fólk vera að tala um fiskin í sjónum, að þá tala menn um að það sé hver ekki verið að styðja styrkja sjávarútveg á Íslandi. Ég bara fullyrði það að það eru engin þjóð sem styrkir íslenska útgerðarmenn jafn mikið og íslenska kvótakerfið með því að úthluta fáum útvöldum auðlindunum, fiskinum í sjón. En Grétar, það er líka staðreynd að þeir sem eru eftir í sjávarútveginum, þetta eru hæfastu menninni til þess að reka þessar útgerðir. Það er ekki neitt sem staðfestir það eða sýnir það. Þeir hafa haft bestu stöðuna, verið með flokkskírteini sitt í lagi og hafa haft aðganga peningum í gegnum bankakerfið og annað þess áttar. Þeir hafa ekki verið að sýna neina afburðatækni eða þekkingu eða vitnesku hvernig á að veiða fisk eða vinna fisk. Þeir hafa í rauninni notið góðs á öðrum kosti, geta sankað að sér kvótum og veiðiheimildum og það hefur rúllað í höndunum á þeim með ýmsum hætti. Já. En Óli, er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Nei, ég er náttúrulega flóttamaður úr Grindavík og búin að ganga gegnum gosið þar og þetta er náttúrulega mér fannst ekkert að fara út og inn sundið í Grindavík í Brjómi og öðru. Ég kunna á það en þessi uppákom í Grindavík, hún hefur haft veruleg svona sálarleg áhrif á mig og ég veit marga sem eru svona svipari línu eins og ég og það þarf enginn maður að segja mér fjöldin allur af þessum veikindum sem hefur orðið á mönnum á besta aldri þarna í Grindavík. Þetta eru tengsl þarna á milli. Já, það er slæmt að vita til þess. En svona aðrir þættir, Grindavíkur nefnd og aðrir aðilar sem hafa komið að þessu, hvernig stjórnvöld hafa komið að þessu
annað þess áttar, ertu sáttur við það? Ég sko, sonur minn nú vakstjóraðna hjá bænum Já, og ég hef náttúrulega úr honum. Ég held að það séu allir að reyna að gera sitt besta. Stundum verður útkoman ekki alveg, við getum verið vitrir eftir á. jú. Og það er náttúrulega alveg ljóst að við hefum gert einhver mistök. Það er alltaf í Ég er á því að við ríkisvaldið og þeir sem koma að þessu, þeir eru að gera sitt besta. Já. Við skulum vona það og það verði áfram svoleiðis að menn reyna að gera sitt besta til að komast í gegnum þetta. Já, Þetta er ég ekki held búið. sko, það hafa verið svona, einhverjir hafa verið með háarraddir og gagnrýnisraddir. Skulum passa okkur á að þetta er alltaf í lagi að gagnrýna hlutina. En þegar þú finnur það að hásetin hjá þér er að gera sitt besta Já, og allir þeir sem eru í kringum hann er að gera sitt besta, þá hlýtur að vera ánægður. við látum þetta verða loka orðin í kvöld. Ég þakka þér kærlega fyrir, Ólafur, og takk fyrir spjallið.